Já, komið sæl. Þá það fyrsti þátturinn í Hallveigu sem ég kalla þáttinn Hallveigu því að hér koma eingöngu konur til að tala með mig. En eins og þið vitið þá var Hallveig Fróðadóttir fyrsta landnámskona Íslands. Ég nú fengi áskoranir fyrir að halda nafni sem ég var með á Sprengisandi þegar voru eingöngu konur og þá kallaði ég það Skessuhorn. Líka í göllum við það, en þannig að Hallveig er nafnið, en til minni konum Kolbrún Halldórsdóttir, Jódís Skúladóttir og Sirrí Hallgrímsson. Við erum bara allar velkomnar. Takk kærlega. Þú, Kolbrún, þú myndir mig á það bara alveg óvart að það alþjóðlegu baráttu kvenna framundan. Já, hann verður á sunnudaginn 8. mars. Já. Og við sem störfum fyrir heildarsamtök launafólks, við erum nú vöna að fagna og það verða fundir í vikunni víða. Við hjá BHM erum fund í Norræna húsinu, morgun verður fund á föstudagsmorgunin. Þar sem við ætlum að fjalla tiltekna þætti í baráttunni, því að þetta endalaus barátta. Já, en hvað ef við lítum bara yfir myndina núna, þá eru konur í bara öllum mestu áhrifastöðum í Íslandi. Og hvað vantar? Það vantar menningabreitingu og það nú svolítið erfitt að breyta menningu með lögum eða reglum. Við þurfum að ala okkur sjálf upp í því að breyta hugafari sem síðan breyti menningu og það flókið því að við erum margskonar og erum komin úr ýmsum áttum og vaksin upp úr ólíkum jarðvegi og ef við horfum bara til okkar eigin lands að þá hefur nú þokast og Ísland mælist hátt og bara meðal hæstu landa á jafnréttisvogin í alþjóðlegri jafnréttisvog en það ekki þar með sagt að við séum komin alla leið því ennþá búa konur við kynbundin launamun ennþá eru það þær sem eru útsettari fyrir ofbeldi heldur en karlar og það eru margir þættir enn sem við þurfum að taka betur á en eins og ég segi meðan við látum dropan falla þá hólar hann steininn og þá höldum við að árangur muni á endan nást og hann gerir það. Jódís, ætlar þú að taka þátt í baráttu-fundum? Það getur alveg verið að ég kiki á föstudaginn á Kolbrúnu og félaga í Norræna húsinu en þetta svo mikilvægt sem Kolbrún að segja að því að ég heyri þetta gríðarlega mikið. Býtu hvað, ekki konur komin með öll völd og tögl og haldir hér í öllu? En ef við horfum á til dæmis bara vinnumarkaðin, þessar svo kölluðu kvenna stjettir, launamismunun, kynbundið ofbeldi, það svo víða pottur brotin það að við höfum átt fyrsta forsetan í henni Vigdísi var auðvitað gríðarlega stórt skref en ef við hefðum bara stoppað þar og sagt bara já, sjáið þið Ísland með hvern forseta og svo bara haldið áfram þetta alveg eins og Kolbrún að lýsa þetta svo djúpur menningarlegur vandi sem við sjáum líka í stjórnmálunum, í atvinnulífinu, í stéttarskiptingunni. Við sjáum þetta svo víða þrátt fyrir að við séum komnar með vaskar konur til valda og ýmsum stöðum. Þá hefur menningin ekki breyst að samaskapi. En Sirrí, hvað segir þú? Já, ég segi að það náttúrulega ánægju og gleði efni að Ísland að mörgu leyti til fyrirmyndar í þessum efnum en ég tek undir það að við erum ekki komin að þetta alla leið og þar ber hæst að nefna þetta launamismun og þá spyrir maður sig hverjar eru ástæðunar. Nú erum við með konur í helstu valdastólum hér. Það forsetinn, það forsetisráðherrann, það ráðherrafjöldi rektorar, það biskupinn og það, og við getum í raun og veru ekki sagt núna það þarf að breyta einhverju og kenna einhverjum öðrum Við erum núna með þannig stöðu að við eigum sjálfar að geta gert þær breytingar og þær menninga- og viðhorfsbreytingar og líka breytingar í kerfinu sem þarf til að útrýma sem ég finnst vera aðalatriði eru jafnrétti á atvinnumarkaði og þessi launamismunur. Og auðvitað, alltaf eilíf barátta, kynbundið ofbeldi og það allt saman, en það náttúrulega, það marglaga og eru margir aðrir þættir sem fylgja því, það svo vorum að tala áðan, aukin eiturlyfjaneysla eða eitthvað slíkt sem hefur auðvitað áhrif líka. En nú erum við í stöðu til að gera eitthvað og þá
Ég meina, það var sett á sínum tíma jafnlaunavottunin. Ég ekki hrifin af henni. Mér fannst allt í lagi að prófa það, þú veist, en hún dýr í framkvæmd og hún skilar finnst mér ekki árangri og ég held að það sé útsíðum það. Þess vegna nú sama manneskjan og vann að því að komin á að taka hann tilbaka og það er hugrekki til þess og mér finnst það flott. Og þá ef að einhverjar svona tilraunir virka ekki að þá hægt að bara prófa eitthvað annað og við eigum að hafa hugrekki til þess. Ég velti því líka fyrir mér að því þú varst að tala kvennastéttir og sem eru nú svona flestar í þessum umönnunar greinum og það eru allar bundnar auðvitað við kjarasamninga og hvar þú veist, hlutverk kjarasamninga í þessum launamunni kvenna, þú veist, ef að hvort að það sé eitthvað sem að, þú veist, eitthvað kerfi sem þarf að endurskoða. Ég meina það nú hafa stéttir rifið sig út úr kjarasamningum og orðið svona sjálfstæðari í sinni launabaráttu og það hefur skilað miklu meiri árangri sem dæmi. Ég veit nú ekki alveg hvað sér ég að vísa í þarna en það sem við erum að díla við í heildarsamtökum launafólks eru náttúrulega þessar fjölmennu kvennastéttir í þessum greinum, umönnunargreinum, heilbrigðisgeiranum, menntageiranum og við höfum séð það í svona djúpri könnun sem gerð var fyrir BHM núna bara í haust að háskólamenntuðum konum gengur bara illa á vinnumarkaði að ná launum sem eru sambærileg við laun karla. Háskólamenntaða konur, þeim hefur fjölgað gríðarlega mikið en þær ná samt ekki í meðaltals launum nema bara svona að jafnast á við karla með stúdentspróf, skiljiði. Og það þýðir að háskólamenntun, sérstaklega háskólamenntun kvenna, bara ekki metin til launa í kerfin okkar. Og það sem hangir á þeirri spýtu, af því þetta náttúrulega mest einkeipi stéttir sem við erum að tala þetta ekki fólk sem getur samið launin sín svona one-on-one eins og hægt að gera ef þú ert á öðrum markaði, þá þetta fólk sem að verður að semja fyrir í stórum samningum og það eru kjarasamningarnir sem við höfum og þeir hafa nú fleytt okkur ansi langt. Þannig ég myndi nú vara við að við förum að afnema þá eða breyta þeim eitthvað. Ég bara velta þessu upp sem, þú veist, ég meina kannski kjarasamninga umhverfið eitthvað á eitthvað tátt í því að halda niður þessum heildarlaunum kvenna. Þetta eru opinber störf og ríkið náttúrulega bara að reyna að fjármagna ríkiskassan eins og við þekkjum sem hefur nú sest inn á Alþingi. Það eilífur barátta að reyna að afla tekna fyrir hið opinbera til þess að geta staðið strauma þessu stóra kerfi okkar. Og nú skulum við gá að því að Íslendingum hefur fjölgað yfir 20% á bara síðasta áratug eða rúmlega það. Og það rosalegt álag á alla okkar innviði, á okkar velferðarþjónustu, á skólakerfið, á heilbrigðiskerfið og innviðirnir eru bara í skuld. Við höfum bara ekki geta sett nægilega mikið af fjármunum inn í þessa innviði okkar. Ekki getað eða ekki viljað. Ekki afla nægilega mikið til að tekna eða hvað það til þess að við getum sagt að við getum að innviðirni standist þessa áraun sem að fólksfjölgunin Og mér líka að því að þú setur þetta svona upp að þarna sjáum við líka þennan tvíþætta vanda. Við sjáum annars vegar kynjamunin, kallar versus konur á vinnumarkaði. Hins vegar sjáum við opinbera kerfið versus enga og þegar hún að tala bara sem tölum íslensku, hún tala háskólamenntaða konur, að kona sem að kemur út sem hjúkrunarfræðingur bara aldrei að fara að standast snúning í launabaráttu og rúmlega 20 strákum með stúdentspróf sem fer að vinna í stóriðju, laxeldi, einhverju slíku, þar sem að þú getur samið kaup og kjör að mörguleiti og þannig að þú veist þarna, og þetta líka þessi hluti af menningu okkar í hvernig samfélagi viljum við búa í karllægu samfélagi þar sem auðvelt að komast og fá starf fyrir mikla peninga sem að hallar þá inn á enga markaðinn eða viljum við hafa hér kerfi sem að þjónar öllum sem að þarf mentað fólk í sem að, ég ekki að segja að þau eru ekki mentað fólk í enga geiran, alls ekki en ég að segja að þú veist til þess að halda uppi þessum grunn kennslu, heilbrigðisþjónustu ýmsum störfum í rannsóknum og þróun og öðru þá hinn opinberi markaður hann stendur svo höllum fæti í samkeppninni við þetta. Að ég nú karl, þá get ég svona, það svona 40 ár síðan að einhver samdum laun fyrir mig. Að bara ég sá bara það sjálfur.
Ég langar líka kannski árétta, þarna kannski liggur svona smá líka viðhorfsmunur og að ég held eins og við sjáum bara því að tala menntakerfi og heilbrigðiskerfið í þessu samhengi að þá, og við erum að tala launamál, að ef við skoðum svo þá þau fyrirtæki sem að starfa og eru svona, myndu segja vera í einkarekstri eða einkarekin í þessum geira. Meina, hver eru launin þar versus launin hjá opinberu stofnunum sem eru að sinna sama hlutverki og kannski og þetta er auðvitað miklu stærri umræða heldur en hægt að taka hér. En ég meina, ég segi bara að það er... Hefur það verið kannað? Já, ég meina það má allavega að skoða ef að við erum búin að vera föst í sama farinu eins og við erum búin að vera í áratugi í kjarasamninga umhverfinu, þú veist, sem að einhvern veginn og kvennastéttirnar eru með lægri laun. Af hverju má þá ekki endurskoða hvernig væri hægt að endurskoða það út frá bara öðrum sjónarmiðum eða ætlum við alltaf að spóla í sama farinu og segja bara að það vantar meiri fjármagn hjá nú opinbera og við erum bara lítil þjóð þannig að það er bara svo margir sem að standa undir skattbyrðinni Peningarnir vaks ekki á trjánum. Já, þeir vaks ekki hvorki á einkamarkaðinni í opinbera markaðnum. Nei, en þess vegna er verðmætasköpun mikilvæg. Já, en það er líka annað sem við verðum að horfa til. Við erum auðvitað með fullt af sjálfstætt starfandi heilbrigðisstéttum. Ég meina, við erum með sjúkraþjálfara, við erum með sálfræðinga sem að gera samninga, ekki kjarasamninga, það gera samninga við sjúkratryggingar. Og það eru öðruvísi samningar heldur en gerðir eru við kjarasamningsborð, en það eru enga síður samningar á milli aðila, sjálfstætt starfandi aðila og sjúkratryggingar sem eru fjármagnar og opinber fé. Þannig að hið opinbera kemur alltaf meira eða minna að þessu. Ég meina, auðvitað er til enga klínikur sem eru bara gagnlegar til síns brúks. Ég meina, við getum nefnt auglækna eða tannlækna sjá þau til. Ég meina, þetta er bara, við höfum verið með blanda kerfi alla tíð og við erum ekki svart eða hvítt, við erum ekki annarkvort eða heldur alltaf bæði og við sem erum að starfa fyrir svona stéttir eins og þess að starfa innan heilbrigðiskerfisins, við þekkjum orðið alveg dýnamíkina í kerfinu og þetta er ákveðin lagkaka og það þarf bara að vinna eftir ákveðnum parametrum í hverju lagi fyrir sig. En mér langar til að nefna af því að 8. mars er undir og er á leiðinni, við erum að nálgast, þá ætlum við núna á föstudaginn í BHM að beina sjónum okkar að mæðrum á vinnumarkaði og að því við vorum að tala um menningu og svona það hvernig við getum breytt hugarfari og hegðun okkar, þá hefur verið gerð nýlega alveg ótrúlega gagnleg rannsókn sem að átti sér stað í, það var meistaraprófsverkefni konu sem var að vinna í, ég held ég megi segja að það hafi verið hagfræði, ég er ekki alveg viss þó, Una Margrét heitir hún og hún gerir rannsókn á því hvernig tekjur mæðra þróast við barneignir. Það er greinlegt að tekjumæðra detta ansi mikið niður við fyrsta barn og svo áfram við annað barn og þriðja. Það er detta og karlmenn detta aðeins niður líka með að þeir fara að taka fæðingarorlofið. En svo er merkilegt að karlarnir ná sér aftur inn á ákveði spor sem er í raun og veru sporið sem þau byrjuðu bæði á, karlinn og konan byrja svona nokkurn veginn jöfn á vinnumarkaði, en konurnar detta niður og ná sér aldrei aftur upp í kurvuna sem karlarnir geta haldið. Þetta þýðir að yfir ævina, ef þú skoðar ævitekjur kvenna eða mæðra, þá eru þær alltaf lægri heldur en karla vegna þess að þær taka miklu meira af byrðunum við það að eiga barn og koma barni til manns. Hvort sem það er 1 barn, 2 eða 3, að þær fara þá jável í hlutastörf í lengri tíma, þær slá karriérnum sínum á frest, fara jável í einhver önnur störf, yfirgefa sína framabraut og fara eitthvað annað. Og þetta er mjög augljóst merki og þetta ætlum við að fókusera á föstudaginn kemur í Norræna húsinu og þetta held ég að sé mjög forvitnilegt að skoða því þarna held ég við getum tekið okkur á. Já, ég trúi því. Má ég skjóta inn einu sem ég var að hugsa eftir að hlusta á hana Sirri að varðandi að því að hún leggur mikla áherslu á þetta jafnrétti á vinnumarkaði að það skiptir mig máli að halda því til haga að kynbundið ofbeldi er gríðarlega stórt mál og það á sér stað í öllum stéttum og það er sama hvort þú ert rík eða fátæk eða menntuð eða ómenntuð og ég hugsa að ég væri tilbúin að taka með launaskerðingu gegn tryggingum það að afnema kynbundið ofbeldi. Þú veist, mér finnst við ekki geta gert lítið úr því að þetta er
gríðarlega stórt vandamál á okkar litla Íslandi og á heimsvísu og eins og staðan í heiminum í dag, nú eru stríðsátök og þau eru að magnast, konur líða gríðarlega fyrir þá hugarfarsbreytingu og þá hörku sem að vaksa í heiminum. Þær kynbundnu ofbeldi beitt sem vopni í stríðum. Konur á flótta eru sérstaklega útsettar. Þannig ég verð að koma þessu að þetta ekki eitthvað svona náum hérna launajafnrétti og svo getum við fyrir að glíma hitt. Við munum held ég ekki ná launajafnrétti nema við vinnum þetta samhliða hugmyndafræðinu stöðu kynjanna. Óháð menntun, óháð stétt og stöðu. Hvernig með ykkur sem hafa verið á þingi? Var kynferðisleg áreitni þar? Já. Og kynferðisleg mismunur líka? Ég veit ekki hvort ég hef upplifað það, en kynferðisleg áreitni, kynferðislegt svona brandarar, niðurtalti kvenna, svona kallar eiga frekar sætið eða stólinn. Ég gamall kall sem búin að vera lengi á þingi, þú ert einhver ung nýkomin, þannig að bara þegar þú ert sæt eitthvað, þú veist, þetta svona andrúmsloft, þetta svona menningarlegt, þetta ólíkt eftir flokkum, þetta ólíkt eftir aldri fólks, en ég held þú getur farið inn á flesta vinnustæði á Íslandi í dag og alþingi ekkert undanskilið. Að því miður, þá þessi menning bara í okkar einhvern veginn, hún lagast mikið, hún breyst mikið, við höfum tekið margar byltingar og margar rökræður og eitthvað, en hún alveg ennþá til staðar. Ég vann einu sinni með manni sem nokkur eldri mörg ár síðan og hann var á næsta skrifborði við hliðina á mér og hann var svo ofboðslegur káari. Hann var alltaf, láttu mig í friði og enda með ég gafst upp á undan stelpunum og sagði bara, viltu hætta þessu helvíti? En þetta getur líka meitt okkur kalla það, Okkur finnst þetta ekkert þægilegt að ykkur úr okkar hópi þá. Nei, bara alls ekki og mjög margir, ef við vísum aftur í þingið, þar voru bara fullt af mönnum sem höfðu áhyggjur af, bara býtu, hann að grínast? Hvernig hann hafa sér, þú veist, og það ekki allir kallar eins og máltæki segir, en meðan að við höfum umburðarlyndi fyrir ákveðnum viðhorfum, setningum, bröndurum og þá það þetta að má ekki neitt og allt það, þetta auðvitað bara, þú veist, flókin umræða. Fyrir nokkrum ára síðan, þá var það þannig að þegar konur voru taka svona fram úr með háskólamenntuna og þetta og þá þetta enda með að konur bara stjórna öllu og það orðið þannig núna eins og æðstu póstum í samfélaginu. En má ég spyrja ykkur hérna, ég ætla nú að tala annað, hvað finnst ykkur afstöðu Björns forsetamanns að fara ekki til meilinu í? Ég hef enga skoðun á því. Nei, ég finnst það bara að frjálsa því að segja nei. Já, ég menna hann bara, þú veist, ef hann vill ekki fara, þá bara fer hann ekki. Ég segi, ef hann vill ekki fara, þá bara fer hann ekki. Mér finnst það ekkert eitthvað. Það hans val, eins og segir, þetta ekki eitthvað skylda og mér finnst það bara... Finnst þú þetta lítið mál? Mér finnst þetta skemmtilegt. Já, mér finnst þetta svolítið skemmtilegt og ég náttúrulega ekki sérstakur aðdáandi forsetahjóna Bandaríkjanna. Nei. Og mér finnst hver vikan og hver mánuðurinn sem líður í valdatíð Donald Trump gera heimsmyndina ókvænlegri, skelfilegri, ýta undir kynjamisrétti, bara allt þetta hinsegin fordóm, bara allt sem við erum að tala hér gegn og ef að manneskja hefur val að þiggja eitthvert boð til þeirra hjóna og ég skil það að það myndi vera öðruvísi fyrir Höllu líklega þó ég myndi verða hana mikið fyrir að afþakka boð en hann býr ekki við sömu skyldur eða hefðir eða slíkt þannig að mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt að hann afþakki
Ég veist að þú ert í svona embætti þá að ég var bara að hugsa út frá því sem þú varst að segja, ekki endilega út frá þessu boði, en þá er það auðvitað samt þannig að það er ekki bara þínar persónlegu skoðanir sem að þú ert í embætti og þú ert í ákveðnu hlutverki og þú verður auðvitað, og embættið hefur það hlutverk að gæta hagsmuni Íslands og passa upp á samskipti alþjóðlegu og allt það og svo eru alls konar fólk við völd hérna út allan heim eins og við sjáum núna og aflenga þess og þá þú þarftu auðvitað samt að sitjast við hliðina á einhverjum sem þér líkar ekki og þú ert ekki sammála og gera það fyrir hönd þjóðarinnar og því bara í því hlutverki sem þú ert, en mér fannst þetta búið ekkert vera þess eðlis. Nei, en svo höfum við líka í gegnum tíðina séð bara, man ekki eftir neinu akkurat konkrét dæmi, en bara í gegnum söguna þá hafa ákveðnir einstaklingar staðið upp og hafnað að taka þátt í hefðum og reglum og bara mér ber skylda til að taka í höndin á þessum eða gera þetta eitthvað svona, en þegar að fólki óháð kannski persónulegum skoðunum, bara þegar staðan er orðin svo óbærileg að þá getur það líka verið virðingavert að fara gegn hefðinni, fara gegn fjöldanum og segja, heyrðu, ég get ekki brotið brauð með fjöldamorðingja, skiljiði. Hún er það náttúrulega ekki forseta frá. Nei, ég er ekki að tala um þetta dæmi, en ég er að tala um bara í gegnum söguna þegar við höfum haft alls konar diktatora víðan völl í gegnum áratugina og árhundruðin og stundum hafa einstaklingar og hlotið ýmist fögnuð eða bátt fyrir. Því þetta hefur alveg víðtæk áhrif, eins og til dæmis sagan af Ólafi Ragnari þegar hann afturkallaði, hvað var það, orðuveitinguna til ameríska sendiherrans, var það ekki þannig? Og sem gerði það verkum að Bandaríkjamenn móðguðust verulega út í Ísland og við fengum eiginlega aldrei svona sendiherra á því kaliberi sem við höfðum haft í nokkur ára á eftir, og þannig að þú veist þetta skiptir máli, þetta hefur áhrif. Ég ger ekkert lítið úr því. Það er líka hægt að fara hérna mjúku leið. Það er veistu fyrir mér saga sem að ég upplifði þegar ég var á þinginu, sennilega 2007, þá þurfti Sólveig Pétursdóttir sem þá var forseti Alþingis að endurgjalda heimsókn í þing Sádi-Arabíu. Og nú voru góður á dýr og Sólveig hugsaði sig aðeins svo tók hún þá djörfu ákvörðun að fara með sendinefnd sem eingöngu var skipuð konum. Og hún valdi í hana þingkonur sem voru bara öllum flokkum og ég var svo heppin að vera valin í þá ferð. Og svo var lögfræðingur eða ritari af nefndasviði Alþingis sem fór með okkur líka sem var kona og þarna fór hún með 5 eða 6 konur í opinbera heimsókn inn í þetta karlavíi sem að þingi í Sádi-Arabíu og þeir voru náttúrulega í stökustu vandræðum með hvernig átt að fara með okkur og hvert átt að fara með okkur og hvað þetta að sýna okkur og svona. En þeir gerðu þetta nú líka vel, en þetta mér finnst þetta að vera svona til marks það, maður getur líka oft komið sjónarmiðum sínum á framfæri með svona mjúkum hætti og svona bara en maður er bara nógu hugmyndaríkur. En ég tek alveg undir með Sirri að því að við sjáum það birtist einhver mynd að Kristrún taki höndina á einhverjum eða forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir eða hver sem er hverjum tíma og svo byrja kommentir, það slitna nú ekki slefan hérna á milli við svikara eitthvað, að þetta er ekki svo einfalt að þú getur alltaf bara nei, ég ætla ekki að mæta þarna, en mér finnst þó línan liggja að við þurfum ekki að vera að mæra einhverja rudda Nei, það er náttúrulega alveg skelfilegir atburðir að gerast í heiminu núna. Já. Vissulega. Maður sér ekki fram á hvernig þetta bara endar allt saman og hver skeitt sem að vaknar bara með kvíðahnút hvað er búið að gerast. Nú er allir hættir að tala um Venezuela, maður veit ekki eins og stöðuna þar. Nei, hvað þá Gaza? Og svo Gaza, og að því að það er bara komið eitthvað nýtt stríð sem að verðist nú bara stigmagnast. Þetta er algjör hryllingur og þetta Þannig er nefnilega saklaust fólk sem verður mest fyrir skólabörn. Það var nú fyrsta dæmið. Það er nú gömul saga ný, hverjir eru fórnarlamb í stríði. Það vinnur engin stríð, það er einhvern veginn, það er bara svoleiðis. Og það sem við kannski gerum svona varnarmekanismin sem fer á stað er í raun og veru það við reynum þá bara að gera hlutina vel hérna heima hjá okkur.
Já. En samt sko til erum við svo öllu saman. Þetta sami hnötturinn og við búum á. Og þannig bara sko að sjá bara kort að þessu, hvað orðið þétt. Sko. En við búum nú vel, við erum bara eiga hér, frekar vel staðsett upp á þetta varðar. Þú veist, ég myndum kannski ekki segja kannski varðandi veðurfar og annað, en við erum með okkar auðlindir, við erum á fisk, við erum ferskt vatn, við getum rækt á okkar grænmeti, við erum með ódýrt rafmagn og miklu orku. Ég læt nú vera hvað það ódýrt fyrir heimilin. Og við erum nú því miður ekki nægilega sjálfbæri matvæli, sko, þannig að við getum gert margt betur heima hjá okkur. Við getum örugglega gert margt betur, en það sem ég á nú við að ef allt fer á vestaveg, að þá eru nú vel betur búin en margir aðrir. Það sem vekumann náttúrulega aukar, ekki endilega það að við verðum beini þáttakendur í svona ófriði, en við skulum samt ekki gleyma því hversu margir Íslendingar létu lífið í heimsstyrjöldinni síðari. Okkar sjómenn voru út á Reginhafi í gríðarlegri hættu og ég man ekki hvað mannfallið var mikið, en það var óheyrilega mikið með fólksfjölda. Það fyrsta sem var sagt við mig þegar ég fór í Slíðsafnarskóla sjómanna fyrir landslöngu, og þá var það að hlutfallslega fórust fleiri Íslendingar í seinni heimsstyrjöldinni heldur Bandaríkjamenn. Með að höfða tölu, ég sé einhverju svona tölur, ég kann ekki fara með þær, en þetta, þannig að eins og ég segi, og þess vegna vekur þetta manni vissulega og allt getur þetta einhvern veginn komist nær okkur heldur en það akkurat í dag. Já, mun gera það þetta því að við erum í NATO og við erum með völlin hérna, þar sem að herþotur eru á æfingum og eitthvað, þannig og fyrir norðan, ég var fyrir norðan daginn og þá bara voru herþotur þar að æfa. Já. En svo það líka, sko, ef að ráðast á Grænland, sko, hvort það verið þá frá herstöðin í Keflavík eða Víðnesiði. Hugsið ykkur sturlunar, sko, förum 10 ár aftur í tíman, hefði einhver geta, ég að þessari kynslóð og sjálfsagt við flest hér sem að höfum lifað bara lengsta friðarskeið Evrópu, að þetta svo óraunverulegt. En þetta í ljósi sögunar miklu raunverulegra ástand heldur en friðartímar. Og það rosalega ókveikjandi. Og svo finnst manni náttúrulega kannski sárast af öllu þegar að kemur til valda ríkisstjórn í Bandaríkjunu sem innréttuð eins og hún núna, að hún skuli leggja sig í líma við að veikja alþjóðlega samstöðu. Og hvernig ráðist hefur verið að frumkvæði Bandaríkjastjórnar á Sameinuðu þjóðirnar og það starf sem unnið innan Sameinuðu þjóðanna, sem náttúrulega afleiðingin af friðarsamningunum á sínum tíma, að hvernig þau eru að rífa þetta allt saman niður, það finnst manni náttúrulega bara svo mikill ábyrgðarhluti að lama Sameinuðu þjóðirnar og stofnanir Sameinuðu þjóðanna með þessum hætti og fara svo bara með ófriði lönd og álfur. Þetta bara rosalegt og alþjóðlegur virta vettugi. Það ekkert verið að hugsa það að almenningur ekki að vera skotmark í stríði. Það bara vaðið yfir full force, eins og maður segir. En þetta sýnir sko hinn gríðarlega styrk Bandaríkjamanna og í hvaða stöðu þeir hafa verið. Og í raun og veru hvað Evrópa, og við höfum nú aðeins farið yfir það, hefur sofnað að verðinum og önnur lönd að leyfa Bandaríkjunum að taka þennan sess. Þú veist, þeir standa undir mestum kostnaði hjá Sameinuðu þjóðunum og þeir svona geta þeir einhvern veginn komið með þessar kröfur. Mér skilst nú að þeir hafi skuldað Sameinuðu þjóðunum mest. Það hefur verið mjög erfitt að innheimta fjármunina en þeir gengust þó við því að hafa skuldað á, sko. Já, en þeir hafa samt staðið undir, þess vegna fóru þeir fram á að Evrópuþjóðirnar myndi greiða meira. Af því að þeir hafa verið að standa strauma mestum kostnaði hinga til og það það sem hann að breyta núna. En þetta náttúrulega, þú veist, þetta gerir það, þú veist, það sem ég að tala í sögulegu samhengi, sko, hvað við höfum og í raun og veru Evrópuþjóðir hafa leyft Bandaríkjunum að ná svona þessum sterka sessi, síðan allt í hennu kemur þar maður til valda sem tilbúin að beita. Fjármunirnir eru notaði sem kúgunarvald á þessar stofnanir og það náttúrulega alveg rosalegt. Ég vil ekki kalla það styrk í krafti þessara fjármuna sem að Bandaríkin hafa vissulega haft yfir að ráða. Heldur gerir Anetta þannig, að þetta gert þannig að veikingin kemur mjög fljótlega í ljós og síðan kynjaláti fylgja kviði og farið með ófriði inn í þau lönd sem þeim dettur í hug. Og þarna sko bara brjálæðislegt kúgunarvaldaverki en ekki styrkur. Þetta líka sko... Þú þarft náttúrulega að hafa styrk til þess að geta beitt þessu kúgunarvaldi.
Já, ég meina hvaðan kemur hernaðarstyrkur Bandaríkjanna, hvaðan koma vopnin, Svíar, sko þetta er svo flókið og þetta er svo ruggluð heimsmynd að þú veist við erum að setja pening í eitthvað hjálparstarf og stuðning og ýmislegt með annari hendinni en við erum að setja pening í vopnaframleiðendur sem viðhalda og eru þeir einu sem græða því sem engin græður stríði, jú vissulega eru það vopnaframleiðendur sem græða á tá og fingri og við erum rosa bias í að ætla að vera á báðum pólum og varðandi stofnanir að þú veist þetta er svo víðtækt, það eru loftslagsmálin, það eru heilbrigðismálin, sko heilbrigðisráðherran þeirra er náttúrulega alveg kapituli út af fyrir sig, þannig að þetta er svo víða það sem er verið að mylja niður sko áratuga uppbyggingu alþjóða samstarfs til þess að halda einhvern veginn svona global dæmi, en svo finnst mér líka bara svo áhugavert og ég hugsa það síðan ég var á þinginu að þú veist, ég fékk svo oft þessa spurningu og ég sé hana líka oft alveg sama hverju við völd, hvort sem að forsætisráðherrann hét Katrín eða Bjarni eða Sigmundur eða hver. Af hverju breytir hann ekki bara þessu? Af hverju bannar hann ekki bara þetta eða leyfir bara þetta? Og þá var ég svo ofta að reyna að útskýra að því að það setur fordæmi. Eftir einhver ár verður einhver allt annar á sem stól og ef við erum búin að opna fyrir svona einræðistilburði þó okkur langi að breyta til hins betra hérna ef einhver einn forsætisráðherra tekur eitthvað á skarið og keyrir eitthvað bara í gegn þá erum við búin að setja fordæmi alveg eins og við sjáum í Bandaríkjunum að ýmislegt sem að ríkisstjórn þar getur notað og þeirra pótintátar fara eftir einhverjum kanölum sem voru byggðir hugsanlega í átt að betri heimi eða þótti góð hugmynd á þeim tíma stytta ferla eitthvað, lækka eitthvað og gera eitthvað og við sjáum þetta hér á Íslandi að þegar við erum að tala um að eins og í orkumálunum að stytta ferla, þú veist, meiri hraða í öllu og minna eftirlit og eitthvað. Þetta heitir eitthvað á pappírunum, en hvað þýðir þetta fyrir íslenska náttúru? Hvað þýðir þetta fyrir jafnrétti okkar, fyrir hvert tekjurnar fara? Þú veist, mér finnst þetta líka mjög áhugaverð pæling. Hvernig margir af þessum núna stóru köllum út í heimi geta keyrt svona hratt inn í hörmulegt ástand? Hvar voru viðvörunarbjöllurnar og dembrunin sko. Einhvern veginn ímynda maður sér það að það er ekkert stríð á mínu lífstíma sko. Þetta er búið að vera ágætt sko. Svo er þannig í Evrópu. Svo núna er þetta allt gjörbreytt. Já, og svo getum við borið saman sko stríðið í Úkraínu við það sem Bandaríkin er að gera. Hvað er svona ólíkt við innrásir inn í fullvalda ríki? Ég veit ekki hvort að það er hægt í svona þætti að analysera það með einum hætti sko. Það sem að mér hefur fundist ágætt að einfalda þetta niður í mínum huga sko. Ég held að stjórnvöld hvar í landi svo sem er geta ákveðið annarkvort að fjárfesta í ófriði eða fjárfesta í friði. Og valið hefur verið að fjárfesta í ófriði, í vopna uppbyggingu og búa til eitthvað ógnarjafnvægi. Það er meðvitað val. Algjörlega. Ríkisstjórna víða um heim. Því miður. Og veröldin hefur kannski aldrei verið laus í stríð, skilur ég, þó að við höfum ekki orðið vör við þau hér. En þetta er komið óþægilega nálægt okkur þegar það eru kannski okkar nánustu bandamenn sem hafa verið, sem eru orsakavaldar og gerendur í þessu öll saman. En síðan bara eins og sagan sýnir. Þú veist að bara alltaf með reglulegu millibili komast einhverjir til valda sem að kunna ekki að fara með völd og misbytta valdi. Og þannig að því bara áhugavert, þú veist, einmitt að fjárfesta í stríði eða fjárfesta í friði, það er kannski, má segja að Evrópa hafi gert það. Hún hafi fjárfesta í friði, ég meina það var svona kjarnahugsunin með Evrópusambandinu til dæmis, en það, þú veist, og svo bara koma til valda, þú veist, Putin og Trump og einhverjir sem eru einmitt tilbúnir í ófriðin bara hvar sem hann er í boði og eins og með þessari nýju innrás til Íran, ég meina flestir sérfræðingar, ekki þóri ég að leggja mat á það sjálf en flestir sérfræðingar sem að maður er að hlusta og segja að það sé engin svona haldbær ástæða fyrir þessari innrás
Þannig að það sé svona ekki frekar en Afganistan og Írak Nei, ég meina það sé það furðulegasta við þetta. Ég meina þú ert að reyna að einhverju friðaviðræðum og reyna að koma á friði hérna við Gaza og á því svæði og svo í Úkraínu og þá ákveður bara allt í einu að ráðast inn til Íran og taka yfir Venezuela. Þú veist, þetta er svo ódreiknanlegt og rugglað og Grænland einhvers staðar inn í miðjunni. Og meiri segja sko helstu sérfræðingar í þessum efnum sko kunna ekki skýringar á hvað er hér í gangi. Þannig að hérna en kannski bara bursið frá því að þá þeir sem fjárföstu í friði eins og þú segir, Evrópa, ég meina hún situr bara hérna eftir og Evrópuleiðtogarnir koma mjög illa út úr öllu þessu ástandi finnst mér. Þeir eru með einhverjar yfirlýsingar og eitthvað, þú veist, það gerist ekkert, þeir einhvern veginn hérna, þeir bara, þú veist, og Trump kemur bara fram á einhverju, þú veist, með einhverja aðra yfirlýsingu og hérna og kýlir það bara niður í jafnóðum. Þannig að hérna, að kannski er bara sagan að kenna okkur það og mannfólkið er bara þess eðlis að við munum aldrei geta bara búist við því að það verði hérna alltaf friður og ekki fjárfest í varnarmálum. Það er kannski það sem þessi tími er að sýna fram á því miður. Það hitt er miklu falleira sko. Já, ég er ekki sammála við bara leggja hendur í skauti. Nei, ég er ekki að segja leggja hendur í skauti. Það var alls ekki það sem ég var að segja. Ég var bara að tala um þetta út frá okkur við Nei, ég var að tala um út frá sko ríki og varnarmál. Já. Hérna, og áhersla. Já, en hvað eru varnarmál? Mér finnst íslensk stjórnvöld nú stundir vera rosalega militant og mér finnst við hafa gengið allt of langt í því að hérna mæra Bandaríkin, Ísrael, mér finnst við ganga of langt í því að leggja pening og alltaf að segja já, samt erum við að gera miklu minna en allir aðrir. Við eigum alveg að gera vel, en við eigum ekki að leggja fjármuni í vopnuð átök. Það er bara svoleiðis, með mitt mat. Já, er ekki bara sátar? Klárum við dóna það? Já. Við erum Kolbrún, sátar. Ljóðdís og Sirrí, takk fyrir komuna. Já, takk kærlega. Takk. Rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.